Hæ, Guðrún Bergmann hér, velkomin að YouTube-rásina mína. Eins og vanilega þá byrja ég á að byrja þá sem eru að horfa eða hlusta á að smetla á like eða subscribe eða eru ánægðir með efnið til að deila því enn víðar eða jáfnvel bara deila því á Facebook síðunni sinni eða hvað annað með vinni sínum. En ég er að fara að fjalla ár kínverska snáksins. En þann 29. janúar næstkomandi þá kveiknar nýtt tungl og á sama degi þá fagna Kínverjar og þeir reyndar fagna nýja árinu í heila viku en þeir fagna nýja árinu og nýja árið er ár snáksins. Í þetta sinn er snákurinn viðarsnákur af því þeir nota elementi líka og þess vegna kemur þessi snákur til með, eða orkan sem honum fylgir til með að hjálpa okkur að staðfesta í rauninni nýja strúktúra og annað þess áttar í samfélaginu hjá okkar. Allan að segja hjá okkur. En ár snáksins kemur samt til með að vera ár mjög róttækra breytinga, aðlögunar og úthalds og kalla fram hjá okkur sjálfum eiginleika eins og aðlögunarhæfni því við þurfum að sjálfsögja geta aðlaga okkur öllu mögulegu, greind hæfni til að finna nýjar lausnir svo auki sjálfstraust. Við þurfum að læra að slíta þau bönd sem halda aftur af okkur svo tengslum við gömul áföll samhliða því sem við fylgjum eftir markmiðum okkar að meira öryggi án þess að þurfa að útskýra fyrir öðrum þá breytingu sem er að verða innra með okkur og það er náttúrulega mjög mikilvægt. Snákar eru almennt mjög sjálfstæðir og sjálfum sér nægir. Þeir eru ekki meðvirkir og í raun er allt árið 2025 ár til að losa sig við meðvirknina og styrkja sitt eigið sjálf. Einnig að losa sig við þann ótta sem á rót sína að rekja til atburða úr fortíðinni. Ár snáksins er líka nokkurs konar undirbúningur fyrir árið 2026 en það verður ár hestsins. Ár hestsins verður ár innra krafts, ytri aðgerða í eigin lífi, þreks og ákveðins úthalds, styrks og ábyrgðar. Ári hestsins fylgir mikill kraftutu breytinga á plánetinu okkar, jörðinni sjálfri og við megum eiga vona því að á því ári verði þær breytingar sem eru að verða á sjálfsmeðvitund okkar að veruleika. Það er kannski ekki rétt að segja snákinn að hann sé eins og úlfur í sauðargæru. Heldur er réttar að vísa til þess að snákurinn hann skiptir reglulega ham og hamurinn er nokkurs konar gríma. Margt verður því gagnsætt á ári snáksins og okkur kann að verða skyndilega ljóst þegar gríman fellur hjá fólki að þeir sem við höfum talið vera vini okkar hafa í raun verið leynilega að vinna gegn okkur. Gríman fellur ekki bara í persónulegum samböndum, heldur einnig innan ríkisstjórna og stofnana á alþjóðavettvangi sem við höfum treyst. Svik þeirra munu að fullu koma í ljós. Þessi vakning er í eðlilegu flæði við orkuna á ári snáksins, þar sem hinn gamli hamur úreldra og spilltra stofnana og flokka er að falla. Margir munu verða afhjúpaðir þegar hamur fellur á þessu ári. Það mun hafa áhrif á fólk, bæði tilfinningalega, sálrænt og andlega, en margar þessar afhjúpanir munu í rauninni gerast sjálfkrafa af því að þetta er ár snáksins og snákurinn er bara svona orkan hans, hún í rauninni sér breytingarnar. Falskt ego og tilgerðarlegar áætlanir og hvatir munu verða afhjúpaðar og ljósi mun lýsa upp myrkrið, bæði innra með okkur sjálfum og öðrum. Fólk verður afhjúpað fyrir að ljúga, svindla og svíkja. Samhliða þessum upplifunum eru líkur á að djúp sálfræðileg og andleg vinna eigi sér stað hjá þeim sem eru vitundarlega vaknaðir. Snákurinn er tákn endurfæðingar, en til að geta endurfæðst þarf hann fyrst að losa sig við gamla haminn, sem í rauninni er alveg algjört líkingamál og samræmist því að við þurfum að losa okkur við gömlu kerfin í samfélagunum sem við erum í, áður við getum byggt upp hinn nýju, en af því að þessi snákur er viðarsnákur, þá tekst okkur kannski betur að byggja upp þann grunn sem þarf að verða fyrir samfélagin í framtíðinni.
Snákurinn hann mun samt í annarri og þriðju vídd beina ljósi að svikum, undirförlum áætlunum, lygum, blekkingum og gömlum úreltum ferlum sem sumir eru að reyna að keyra áfram í gegn. Og ástæðan fyrir því að það gengur ekki að keyra neitt áfram í gegn sem ekki samræmist orkunni er að þegar tíðnin hækkar að það þýðir ekki að vera að reyna að keyra eitthvað áfram sem er á þessari hérna tíðni vegna þess að breyta tíðnin, hún styður ekki við það lengur. Þannig að við verðum að sætta okkur við allar þessar breytingar sem eru að eiga sér stað. Hjá snáknum þá ríkir innri samhæfing sem gerir honum kleift að endurskapa sjálfa sig. Hann hefur í rauninni getuna til að fella haminn og búa til nýjan. En á ári snáksins munu þeir sem ekki er að vinna í samræmi við orkuna sem er í gangi í heiminum afhjúpa sig sjálfir. Því við getum ekki dregið til okkar það sem er ekki í samræmi við tíðni snáksins. Þess vegna mun að orka snáksins afhjúpa bæði hinn sanna ásetning heimsins og fólksins sem þar stjórnar. Snákurinn með beina ljósi sínu að því hverjum og hverju hægt er að treysta og hverju ekki. Öllum steinum verður velt við til að afhjúpa sannleikann og losa okkur við það sem þjónar okkur ekki lengur. Þegar árinu lýkur mun hreinsun hins myrka ásetnings að mestu vera lokið og við getum haldið djörf og sterk, fulla bjartsýni inn í ástríðufullt, ljómandi og kraftmikið ár hestsins. Margir eiga eftir að neyðast til að horfast í augu við erfiðan sannleika á þessu ári snáksins. Ekki aðeins með því að viðurkenna sína eigin skugga, heldur þann sannleika að ríkisstjórnir sem og önnur stjórnvöld hafa ekki starfað af heilindum. Þeir sem lengra eru komnir í hinni vitundalegu vakningu eru líklegir til að verða þeim sem áföllin dynja á innan handar og styðja þá. Sviptingar verða í fjármálum á þessu ári snáksins og spillingamál í kringum fjármál og peninga eiga eftir að koma upp á yfirborðið og sjokkera marga. Þau eru þegar farin að koma upp á yfirborðið hér heima og áhugavert að sjá að þessar þrjár valkyrjur sem eru í stjórn landsins að þær eru allar meira og minna eitthvað flaktar í gömul peningamál sem ekki eru alveg hrein og skýr. Sviptingar munu einnig eiga sér stað í hinu svokallaða svarta hagkerfi en það þarf að stöðva og þá er ég að tala um það sem er svona mafíu starfsemi undir yfirborðinu. Það sem er stundað í myrkrinu verður dregið fram í ljósið ári snáksins. Allir gamlir hamir eru að verða úreltir og hið nýja gerir kröfu traust, heilindi og viðurkenningu og leiðréttingu á hagsmunum heildarinnar, ekki einungis fárra innan hennar. Líklegt er því að þetta ár snáksins verði tímabil mikillar sjálfskoðunar og gera má ráð fyrir að margir leiti sér ráðgjafar og andlegra leiðsagnar þegar stóru spurningarnar koma upp. Spurningar eins og hvers vegna er ég hér? Hver er tilgangur minn og hver er tilgangur lífsins? Á ári snáksins mun fólk leita meira að tilgangi og merkingu í lífi sínu. Margir munu slíta þau sambönd sem þeir eru í núna og margir munu skipta störf. Umskiptin verða mikil þegar gömlum hamar hent og fólk velur sér nýjan sem gengur út frá öðrum og hærri hugmyndum merkingu lífsins. Og þetta er að byrja nú þegar. Fólk kemur til með að losa sig við hluti sem þjóna því ekki lengur og hugsanlega taka 180 gráðu viðsnúning í lífi sínu og hefja algjörlega nýtt upphaf eftir innri, sálræna hreinsun og endurmata í lífi. Ég gerði þetta reyndar í fyrra, þegar ég breytti algjörlega mataræði og gerðist kjötæta. Það er rosa mikil breyting. En þeir einstaklingar sem eru í hækkunar eða uppstigningaferlinni í tíðni sinni munu umbreytast frá sínu eldra sjálfi og losa sig algjörlega við gömlu útgáfuna af sjálfu sér samhliða því sem þeir aðlagast nýjum og breyttum ham. Þetta verður jákvætt ár fyrir þá þegar innri kraftur eflist og umbreytist í hærri persónlega meðvitund sem líka þjónar heildinni. Það sem allt gengur út á það að skilja við erum öll eitt. Svo heildin skiptir alveg jafn miklu máli og við sjálf.
Þeir sem hafa helgað sig því að hækka tíðni sína árið 2025 ganga óttalausir fram á við, tilbúnir til að yfirvinna allar hindranir sem á leið þeirra verða, til að nýta sér tækifæri hinna nýju jarðar af meiri staðfestu. Þetta ferli snýst að gangast við hinum innri stjórnanda. Það er að segja að við stjórnum í okkar eigin lífi. Við erum stjórnendurnir, ekki einhver yfirvöld. Við ráðum yfir okkur. Að stýra öryggi gegnum árið framundan og takast á við þær hindranir sem kunna að koma með eindregnum vilja að ná árangri. Ár snáksins styður okkur svo sannarlega í því að verða besta útgáfan af okkur sjálfur. Og ég er líka búin að gera svona þátt þar sem ég fjalla árið framundan út frá stjörnuspekinni, svo ég set slóð inn á þann þátt ef þú hefur ekki séð hann hérna fyrir neðan, til þess að þú geti líka kynnt þér hversu í rauninni samhljóða orkan er, en það er að fara aðeins meira inn á tímabil á næsta ári sem verða, á þessu ári, sem verða svolítið, við getum sagt næstu því ofsafengin eða mikil umskipti verða á þeim tíma, en það er það tímabil sem Úranus fer inn í tvíburar, en það er frá 7. júlí til 19. nóvember. Þannig að í tvíburunum gerist svo margt óvænt, meðal annars í upplýsingum og uppljóstrunum, en líka erum við að taka inn í kerfi sem getur hugsanlega tengst menntakerfinu. Þannig að þetta er spennandi ár, alveg rosalega að mínu mati, og ég náttúrulega, ég bara hlakka til á hverjum einasta degi. Svo bara takk fyrir að fylgjast með og hlusta á það sem ég hef fram að fara, og ég vonast til að þú gerist áskrifandi af þáttunum hjá mig þannig þú sjáur það sem flesta. Sendi þér kærleiksljós og þakka fyrir í dag.